Góðan daginn, ég býð ykkur velkomin á 12. fund bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Stykkishólms sem haldinn í bæjarstjórnarsal þriðjudaginn 18. apríl 2023. Fundinn sitja Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Viktoría Líf Ingibergsdóttir, Haukur Garðarsson, Ragnar Már Ragnarsson, Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir og ég Ragnar Ingi Sigurðsson. Hér einnig Jakob Jörgen Jakobsson, bæjarstjóri, Þórörn Jónsson bæjarritari og Jón Sindri Emilsson sem sér tæknimál og ég sit hér með fundinn. Það eitt mál á dagskrá hjá okkur og það til afgreiðslu. Það deiluskipulag fyrir hafnarsvæðið við Skipavík, auglýsing. Lögð fram á nýju tillaga að deiluskipulagi fyrir hafnarsvæðið við Skipavík í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Hafnarstjórn samþykkti vinnutillöguna fyrir sitt leyti á öðrum fundi sínum og vísaði málinu til skipulagsnefndar til nánari útfærslu áður en hún yrði lögð fyrir bæjarráð og bæjarstjórn til samþykktar í samræmi við 1. málsgrein 5. greinar hafnarlaga nr. 61/2003, 2. málsgrein 30. greinar og 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Á 9. fundi sínum tók skipulagsnefnd fyrir sitt leyti jákvætt í framlagða tillögu og samþykkti að auglýsa hann í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með uppfærslum í samræmi við niðurstöður fundarins. Bæjarráð samþykkti á 10. fundi sínum samhljóða að auglýsa tillögunni í samræmi við bókun skipulagsnefndar ásamt því að fella lóðir Nesveg 24 og Nesveg 22A úr deiluskipulagstillögunni og minnka deiluskipulagsreitina samkvæmt því. Á 11. fundi bæjarstjórnar var deiluskipulagstillögunni með áorðnum breytingum vísað aftur til afgreiðslu í skipulagsnefnd og að í kjölfarið verði tillögunni vísað aftur til aukafundar bæjarstjórnar til afgreiðslu. Skipulagsnefnd samþykkti á 10. fundi sínum fyrir sitt leyti að auglýsa tillöguna að deiluskipulagi fyrir hafnarsvæðið við Skipavík í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með áorðnum breytingum í samræmi við umræður á fundinum. Í samræmi við framangreint lagt við bæjarstjórn að deiluskipulag fyrir hafnarsvæðið við Skipavík verði auglýst í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Og orðið laust. Ragnar Már Ragnarsson, vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér erum við með til umfjöllunar deiliskipulag fyrir Skipavíkursvæðið eins og Ragnar kom inn á og jafnframt að senda það áfram í auglýsingu. Það skal tekið fram að við fögnum því að deiliskipulagið sé loksins komið í hérna á þennan stað og það sé sem sagt komið á þennan stað og eins og við lögðum til strax í upphafi að þetta færi í deiliskipulagsferli. Það búið að gera töluvert mikla breytingar á því frá því að við fjölluðum deiliskipulagið á síðasta fundi og til hins betra, svo það sé nú tekið fram. Hins vegar eru nokkur atriði sem að okkur finnst vanta í deiliskipulagið ennþá og það til dæmis eins og sú starfsemi sem fyrirhuguð á Nesvegi 25 sem óstofnuð lóð en stendur til að stofna samkvæmt skipulaginu. Það fer ekki fram hjá neinum sem að þekkir ferlið og þá umræðu sem búin að vera og þá vinnslu sem búin að vera í kringum málið að þarna stendur til að reisa nokkuð þúsund tonna þörungaverksmiðju. Nú að skilgreina ekki fyrirhugaða starfsemi í deiliskipulaginu gæti komið rekstraraðilum og sveitarfélaginu í vanda þegar að kemur að útgáfu rekstrarleyfisins. Þannig að við teljum að þetta hefði nú átt að vera þarna inni. Svo talað að þarna hafi verið hafnsækin starfsemi eins og skipasmíðastöð, slippur og þangvinnsla.
og einnig annars konar starfsemi svo sem trésmíðaverkstæði sem hefur nú kannski verið svona, hvað við segja, í öðru sæti eftir skipasmíðastöðinni. Þannig að sá sem að les þessa setningu í deiliskipulaginu, að hann gerir þá væntanlega ráð fyrir að þarna hafi verið meiri háttar þangvinnsla í gangi og ég nú ekki svo sem vissum að svo hafi verið. Það má einnig setja spurningamerki við vindrósina sem sýnd þarna í deiliskipulaginu, eða vindrósirnar sem töluvert frábrugðin til að mynda þeirri vindrós sem var sýnd á uppdrættinum bara á síðasta fundi og einnig sem sýnd á deiliskipulagi fyrir Reitaveginn sem var, að mig minnir, deiliskipulaginu sem var samþykkt 2018. Ég ætla að koma með smá bókun í þessu samhengi. Bæjarfulltrúi Nýlistans fagnar því að skipavíkursvæðið sé komið í deiliskipulagsferli og að íbúum og umsagnaraðilum gefist nú tækifæri til að koma með umsögn þá auglýsingatímanum. Undirrituð telja að gera hefði mátt betur grein fyrir fyrirhugaðri starfsemi á lóð númer 25 á deiliskipulaginu. Þessi lóð ætluð sérstaklega undir starfsemi 5.000 tonna þörungaverksmiðju en ekkert í deiliskipulaginu gefur það til kynna. Og undir þetta ritum við Haukur, Ragnheiður og Ragnar. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már Ragnarsson, og orðið laust. Jakob Björgvin. Forseti, kom inn á þessa tvo punkta sem að Ragnar Már Ragnarsson bæjarfulltrúi kom inn á hér áðan. Mér heyrist þetta vera þessi tveir áhersla á nákvæmri skilgreiningu á Nesveit 25 og hins vegar vindrósir. Vindrósirnar eru reyndar fengnar beint frá Veðurstofu Íslands í sérstöku skjali þar þannig að ég hef ekki skýringar önnur en þær en að þær eru í samræmi við þær krafir sem að Veðurstofu Íslands gerir og ekkert meir það að segja. En hitt vil ég þó nefna að eins og bæjarfulltrúinn veit fullvel að ekki búið að ganga frá samningi færslu á lóð yfir á Nesveit 25 og ég hefði haldið að vera meiri í samræmi við málflutning bæjarfulltrúa Nýlistans að fara ekki lengra með skilgreiningar á lóð 25 sem umræður á fyrir fundum. Þannig að kemur mér svolítið óvart þessi áhersla á þessu fundi hér, en gott og vel. Það þessar breytingar þessar áherslur sem hér komið inn á og gerir svo mikið athugasemdir við þær, en mér þótti rétt að vekja athygli á því sérstaklega. En það hins vegar eins og bæjarfulltrúinn nefnir réttilega upptalning á því sem gæti þar farið fram og þangvinnsla einn af þeim eitt af því sem gæti farið fram á Nesveit 25 og það svo engum blöðum það að frétta að verið að horfa til þess að vera með þangvinnslu þar eins og komið fram. En formulega ekki búið að ganga frá hins vegar skiptum á lóð. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið laust. Haukur Garðarsson. Já, bæjarfulltrúar. Það ætti nú ekki að koma bæjarfulltrúa óvart að við leggjum þessa áherslu fram. Við hefum gert það áður þegar við varum að taka ákvörðun það að leggja stað í þessa vegferð fyrir lýsinguna á þessu. Taka fram að það ætti að vera verksmiðja þarna Okkar sjónarhorn á þetta að þetta geti líka sparað tíma, bæði fyrir bæinn og framkvæmdaraðila, að fara bara alla leið strax og fá strax umsagnir það hvað að gerast. Þannig að ég held að það hefði verið miklu gáfulegra að bara leggja þetta fram eins og þetta var lagt upp og þetta deiliskipulag fer í gang út af þessari verksmiðju, fyrirhugaðri verksmiðju skuli segja. Þannig að við sáum það strax í hendi okkur að þetta væri betra fyrir alla að taka þetta alla leið. Og ég man ekki á hvaða fundi þetta var ákveðin, en við komum með þá tillögu þá að þetta yrði haft inni. Þannig að takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Haukur Garðarsson. Og
Orðið er laust. Jakob Björgvin. Forseti, ég vil bara lýsa ánægju minni yfir því að það sé búið að mynda samstaða þá þessi lóðaskipti, ef menn gera ráð fyrir að þarna sé þangvinnsla að koma á lóð 25 og það sé þá komið pólitísk samstaða þau lóðaskipti. Þannig að það er bara það sem ég vildi koma hér á framfæri. Takk fyrir þetta. Og orðið er laust. Ragnar Már Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara svo að það sé áréttað, þá við alls ekki sammála þessi lóðaskipti eins og hefur margoft komið fram í mála okkar og ég þætti væntum að bæjarstjórinn myndi hætta að snúa út úr því sem við höfum að segja. Aftur á móti hefur meirihlutinn völdin og hann getur gert nákvæmlega það sem honum sýnist þó að við séum eitthvað að kvabba hérna. Að þá bara samþykkir hann þessi lóðaskipti ef hann telur vera lagalega grundvöll fyrir því og það standi í úthlutunarreglum bæjarins. Þá gerir hann það bara og ekkert múðu með það. Ég meina við höfum lýst því áður yfir að við erum á móti því. Lóðin fer væntanlega bara á lista, yfir lausar lóðir. Ef meirihlutinn vill gera þetta, þá bara gera hann það. Það er sko. Þannig að mér þætti væntum að bæjarfulltrúinn bæjarstjórinn myndi hætta að snúa út úr því sem við erum að segja. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már Ragnarsson. Orðið er laust. Jakob Björgvin. Já, forseti, ég bara vil þá koma hérna upp og beðast velvirðingar á því að misskili málflutning Gillisdals, að ekki ætlum mín að vísvitandi að bera á borð villandi staðhæfingar sko. En mér fannst það bara á málflutningum að þessar áherslu væri þá í samræmi við það sem áður hafi komið fram varðandi skipta á lóðum. En þannig að það er bara mín mistök þó að hafa skilað það þannig. Að því að við var að tala sérstakar skilmála fyrir þangvinnslu á þessari lóð á hálfu Íslands og ég taldi að með því væru menn að gera ráð fyrir lóðaskiptum. Og það væri komið þá skoðun, en ég biðst velvirðingar á þeim misskilningi. Takk fyrir þetta, Jakob Björgvin. Og orðið er laust. Og ef ekki fleiri vilja kveða sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Bæjarstjórn samþykkir að deiluskipulagi fyrir hafnarsvæðið við Skipavík verði auglýst í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Hverjir eru samþykkið þessu? Hverjir eru á móti og hverjir sitja hjá. Það er samþykkt með 4 atkvæðum H-listans og með 3 atkvæðum sitja hjá I-listans. Steinunn Ingibjörg. Óskum eftir fundarhlé, já. Tökum. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og öruggra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnanlegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir,
af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að
í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs. Þá hefum við aftur dagskrá. Vorum við í deiliskipulega fyrir hafnarsvæðið við Skipavík og Þórhildur Eyþórsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Hálistinn lýsir, ég ætla að lesa upp bókun Hálistans. Hálistinn lýsir vonbrigðum sínum á því að í-listi geti ekki samþykkt fyrirliggjandi deiluskipulagstillögu til auglýsingar, heldur ákveði að sitja hjá. Til að sveitarfélagið geti blómstrað enn frekar og náð enn lengra öflug og góð samvinna bæjarfulltrúa afar mikilvæg og þar bera allir ábyrgð, hvort sem að þeir séu í minnihluta eða meirihluta. Hálistinn hefur lagt sig í líma við að byggja upp traust meðal bæjarfulltrúa á grunni gagnkvæmra virðingar og málamiðlana sem forsenda góðrar samvinnu og hefur ítrekað leitað sátta og gert málamiðlanir til að skapa traust og góða samvinnu.
Við lýsum áfram yfir fullum vilja til samstarfs, samvinnu og málamiðlana en köllum eftir faglegri og heiðarlegri vinnubrögðum í þeirri vegferð framvegis. Og undir þetta rita Steinunn Magnúsdóttir, Viktoría Líf Ingibergsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson og Þórhildur Eyþórsdóttir. Takk. Takk fyrir þetta, Þórhildur. Og atkvæðagreiðslan var samþykkt með 4 atkvæðum hálistans og 3 atkvæði sitja hjá ílistans. Haukur Garðarsson. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, forseti, ég er mjög hissa á þessari bókun sem kom hérna fram. Get ekki lesa öðru við sem sökum það að vera ófagleg og ekki tilbúin til samstarfs. Ég er ekki með bókun, það er rosalega gott að geta rennt yfir hana en ég er svolítið slegin, er bara mjög slegin. Að það að við sitjum hjá við þetta á þeirri forsendum sem við settum fram, að þið taki það sem eitthvað ófaglegt, að mér finnst þið verið að taka okkur rétt til þess að sitja hjá eða vera á móti. Við höfum lagt okkur fram við þessa vinnu, við höfum komið ábendingar, við höfum unnið þetta með ykkur allan tíma. Við höfum lagt til að það sé farið í og við förum að vinna saman í hóp meira til þess að gera þetta betur. Hafnarstjórn og skipulagsnefnd var lögð til að við getum farið saman í samvinnu. Því var vísað frá á hafnarstjórn, þurfti ekki að vinna saman þar. Þegar við komum svo með skjali sem var sem lá fyrir á síðasta bæjarstjórnarfundi, þar sem voru svona, já, ég meina þú veist, það var skjal sem við ætlum að fá að taka það fram, þetta er búið að vinna þetta deiliskjal mjög hratt. Það er erfitt að vinna svona stór skjal, svona hratt. Þannig að þegar við gera það, þá er erfitt að senda þetta svona milli, það tekur langa tíma og við höfum búist til að koma inn í það. Og þegar við komum með þetta síðast, þá vorum við fullt af athugasemdum, skjali var meira sem við að setja þetta inn hér og setja þetta inn og það var að ljóst hvað okkur varðaði að á þessu fundi þá voru að samþykkja það skjal sem væri þarna. Við ætlum ekki að fara að samþykkja svona mikilvægt skjal með samþykkt með áorðnum breytingum sem eru svo einhver sem tækja þau upp og myndi halda áfram að bæta inn einhverjum köflum sem ekki lá fyrir hvað væri á. Sá fundur átt sér stað og fór og við fórum í vinnu eftir það og fórum aftur í rýna og höfðum annan fund þar sem við fórum aftur í gegnum það og að ég tel að skjalið hafi verið bætt í bara fínni samvinnu. Þannig ég verð nú bara að segja, ég veit ekki alveg hvað er að tala og ef þið getið þá bara útskýrt nákvæmlega hvar við komum svona illa á ykkur að þetta sé bara ekki að virka á samstarfi hjá bæjarfulltrúum sé eitthvað vont sem ég er bara algjörlega ósammála. Þó við séum ósammála það hvernig við leysum þetta tiltekna verkefni. Það finnst mér alls ekki einhver dómur á það að samstarfi hér hjá okkur sé eitthvað slæmt. Ég er svolítið slegin og ég er hreinlega bara óska eftir skýringum á því hvað nákvæmlega var svona hræðilega slæmt að þið telja ykkur þurfa að koma þessa bókun. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Haukur Garðarsson. Fyrir Steinunn Ingibjörg, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundamenn, mér langaði aðeins til að koma hérna upp til að bæði gera grein fyrir atkvæði mínu og þá hugsanlega þessari bókun sem við komum með. Það var ljóst á síðasta fundi og hægt er að líta í bókun okkar frá þeim fundi að við töldum skipulagið vera tilbúið til auglýsingar þá. Ég vil ekki taka undir með Hauki að Pétur eða Páll hefði getað tekið upp og bætt inn í það skipulag og lagfært, heldur vorum við einfaldlega að tala að lagfæra og prófarkalesa og annað slíkt. Mér finnst það ekki vera rétt að bera ekki meira traust til þeirra fagaðila sem eru að vinna fyrir okkur en svo að halda að þeir fari að skrumskæla það sem við erum að vinna að. Það er satt og það er rétt, það er búin að vera mikil samvinna eftir þetta. Síðasti fundur var erfiður, hann var þungur, ég var ekki sátt með hann, en það er svo aftur önnur saga. Það voru settir á fundir, þessu var kastað á milli, bæði í tölvupósti og eins voru haldnir sérfundir og skipulagsnefndin tjáði sig þetta.
Það var leitað eftir samþykki til þess að vinna þetta eins vel og hægt væri, til þess að væri hægt að samþykja þetta hérna. Ég taldi það vera svo, að við værum að vinna okkur niður á það. En ég er ekki þar stödd að ég sé með þessari bókun ásamt hinum að skerða rétt ykkar til þess að sitja hjá eða vera á móti, en það er samt sem áður á margan hátt oft þægilegra að vera á móti heldur en að sitja hjá, því að sitja hjá og þá er þetta bara svona, alveg sama. Það er ekki bein afstaða tekin, ef þið skiljið hvað á við. Þarna erum við með þungt og stórt mál í höndunum, það er vissulega rétt að þetta hefur verið unnið hratt, en samt ekki, það var ýmislegt sem lá fyrir og var þegar tilbúið. Við erum búin að vera með sérfræðinga í vinnu og ég treysti því fólki fullkomlega í þeirri vinnu sem það er að vinna. Enda þegar þetta hefur farið í gegnum nefndirnar þá hafa ekki komið miklar athugasemdir eða mótbárur þar. Og ég tel bæði fagaðilana sem að vinna þetta fyrir okkur og fólki sem situr í þessum sérhæfum nefndum hafa meiri grundvöll til þess að rýna málið djúpt heldur en mig sem bæjarfulltrúa. En ég vildi bara að þetta vera á hreinu. Við erum ekki í þessari bókun heilt yfir að saka ykkur einhvern óheiðarleika eða annað og ekki óheiðarleika í því beinlínis að sitja hjá. Heldur að við töldum að við værum að vinna þetta í samvinnu og við værum komin að ákveðinni niðurstöðu. Takk. Takk fyrir þetta, Steinunn Ingibjörg. Fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs. Ragnar Már Ragnarsson, gjörðu svo vel. Haukur Garðarsson, gjörðu svo vel. Já, ég þakka Steinunni Ingibjörgu fyrir að útskýra sitt mál. Hún minntist orðið að skrumskæla, það var enginn að gefa það í skinn, þannig að það sé alveg á hreinu. Og það fagfólk sem hér hefur verið að vinna, það hefur verið að vinna heilindum, alveg klálega. Bæjarfulltrúar eins og gengur gerist, vissulega vel inn í málum settir og það er ekki allir bæjarfulltrúar sem þurfa að vera inn í öllum málum. Það er klárt mál sko. Það vil svo til að við erum með bæjarfulltrúa í ílistum sem er mjög vel inn í svona málum og hefur viljað koma ábendingum á hreinu og við erum líka með mjög reyndan nefndarmann sem hefur mikla skoðun á þessu og við hefum reynt að koma því á framfæri. Þó við séum ekki sammála þessari leið sem var farin með deiliskipulagið og hefum viljað ganga lengra, að þá viljum við þetta sé vel unnið á þeim forsendum sem það er gert og við höfum lagt okkur fram við það, þannig að það sé sagt. Hvað var það að við séum án ábyrgðar hérna því að við sitjum hjá, þá er það ekki svo heldur. Ábyrgðin hjá okkur lági því að reyna að vinna þetta skjal eins vel og hægt væri. Það sé alveg klárt mál og ég held að við höfum lagt okkur fram við það. Við erum ekki þess vegna sem við sitjum hjá og við séum alveg óánægð með þetta skjal að það er eins gott eins og hægt er miðað við þann tíma sem var gefinn. Þetta er vunnið mjög skart, svona deiliskipulag taka oft bara 1-2 ár, ég meina 18 mánuðir er mjög líklega eitthvað sem gengur og gerist. Við erum að vinna þetta á nokkrum mánuðum og menn verða náttúrulega að gera það. Það settur rosa pressa líka á starfsfólk og nefndarfólk og náttúrulega bara starfsmenn sem er að vinna að þessu, að reyna að koma þessu í gegn. Og það er líka það sem, og ég sagði þetta á síðasta fundi, og var það sko, með þetta að segja skrumskjala sko, við sem bæjar yfirvöld hér eigum bara að samþykkja það skjal sem er. Ef við ætlum að samþykkja nokkrar stafsetningarvillur áfram, þá var það alveg hægt sko. En ef það varðar efnistök eða hvernig er þetta sett fram og hvað er sett fram, þá verðum við að fá skjalið til ykkur eins og á að vera. Og það er ekkit, við erum ekki að tala um það einhver sé að fara skrumskjala eitt en eitt. Við erum bara að tala um það að fólk þarf að vinna þetta áfram og það er eðlilegt að fá að sjá það. Í síðustu breytingu þá var gerð breyting á vindrós eða vindatlas. Það bætti nýjum gögnum og það breytir svolítið upplýsingar sem koma fram í skjalinu. Og það er eðlilegt að við fáum að sjá það áður en það er gert sko. Það var talið um það á fundinum með skipulagsnefnd að það ætti að gera þessa breytingu en maður veit samt ekki hvað kemur út úr þessu. Hvað það varðar að þá er í dag í textanum sagt að ríkjönd átt sé suðaustan en samkvæmt vindrós þá kemur það ekki fram. Þannig að gögnin styðji ekki það. Það er kannski eitthvað sem mætti laga. En þá er að spurning ef þá senda það aftur hringinn og komið aftur hérna þannig við getum séð það. Ég hafna því ef við sem ekki sína ábyrgð hérna, bara algjörlega. Og alls ekki sem að vantreysta starfsmönnum sem koma að þessu. Ég held að allir hafi unnið í þessu eftir bestu getu.
ef að gera athugasemd eitthvað í ferlinu sjálfu, þá það að þetta líklega að fara of hratt í gegn. Það mjög erfitt að koma sér til allra og allir geta haft sitt að segja. Og oft líka bara þannig að það varpað fram hugmyndum og þær þurfa bara að fá að gerjast og fara svo aftur á milli hópa. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Haukur Garðarsson. Fleiri sem vilja kveðja sér til ljós. Ef ekki, þá ekki fleiri mál á dagskrá hjá okkur og við slít fundi 17:40. Takk fyrir.